Já, Pétur Axelsson hérna á Frelsi TV. Ég var að horfa á kynninguna í Hörpunni, kynningu á því sem að stjórnvöld ætla að gera loksins fyrir almenning í landinu. Og hérna, mér sýnist að mörgu leyti sé þetta mjög gott plan hjá þeim. Ég verð að vera tiltölulega jákvæður gagnvart þessum tillögum. Þetta byggir að miklu leyti á tillögum sem að hagsmunasamtök heimilana voru að bardúsast í þegar ég var þar til dæmis. Og hérna, og þetta ekki alneikvæðar fréttir sem að berast. Þeir að tala að þetta taki gildi mitt ár 2014 og þeir að tala að taka niður húsnæðislán og þá sérstaklega náttúrulega hjá þeim aðilum sem eru hjá Íbúðalánasjóði. Hins vegar átta ég mig ekki á því hvort að þessi mál sem eru fyrir dómstólum, þau sem að dæma verðtrygginguna hreinlega ólöglega, það getur náttúrulega haft töluvert mikil áhrif á útspilin í þessu dæmi. Og hérna þetta virðist gagnast mjög vel ákveðnum hóp sem hefur algjörlega verið skilin eftir, sem hefur verið skildir eftir í baslinu og leiðrétti fyrir fólk sem hefur kannski keypt íbúðir á 10 til 15 eða svona 8 til 15-20 milljónir. Þetta virðist gagnast þeim mjög vel sem að fara upp í þetta þak 4 milljónir. Og eina sem ég sé bitastætt í þessu þessi beina niðurfelling og við í hagsmunasamtökum heimilana töluðum líka þessa tæknilegu útfærslu þar sem að við settum þar sem við fluttum þetta svona á milli eins og þeir eru að tala að setja þetta yfir í afskriftasjóð og láta þau bréf hvíla á eignunum. Það sjálfum sér skiptir engu máli, en hérna það alveg ágætlega skynsaleg hugmynd og hérna það nú reyndar svona ákveðin lagatæknileg atriði sem að það erfitt að bara sópa þessu út af borðinu, en þetta hugsanlega hægt svona lagatæknilega séð. Og þegar að þessir fávitar byrja svo alltaf að syngja þetta hver á að borga, þá sögðu þeir það einfaldlega sjálfur. Þetta verður tekið í bankaskatti af þessum kröfuhöfum sem fengu kröfunar á útsölu og hérna það verður hamrað á þessi peningar verða hamraðir þar út, skildist mér á þeim. En þetta með lífeyrissparnaðinn, ég held að það væri betra fyrir almenning ef að það væri ekki tekin séreignarsparnaður, heldur væri tekin hinn almenni lífeyrissparnaður. Það held ég að væri miklu skynsamlegra að gera og þeir geta væntanlega breytt því í útfæslunni. Af því að almenningur situr mikið betur að séreignarsparnaðinu sínum heldur en þessum hítsparnaði sem að brennur bara upp og verður horfinn áður en menn verða gamlir. Þetta verður allt sem hann bara gufað upp. Þannig ég hef ekki traust á þessum hítar lífeyrissjóðum. Þetta eru menn í kringum þá kjötkallafannar og tala já það þarf að hækka lífeyrisaldurinn og þú þarft ekki að hlusta mikið á þá aðalega til þess átt að það kemur ekki mikið tilbaka. En það sem gleymdist eins og að taka inn í, eða allavega virtist það ekki vera kynnt á fundunum, það þeir sem eru búin að tapa eignum sínum, það sem búin að rífa allt af fólki. Og það var talað það í lagafrumvarpinu
ef við lesum aðgerðar áætluna sem þetta laga frumvarp byggir á, þá talað að settur verða á fót sérfræðinga á, það þetta leikir fyrir nóvember, ok, allt í lagi með það. Gerð verði útgátt á kostum á leiðréttingarsjóð, þeir eru búin að ákveða að gera það. Hvernig má gera eigendum yfirskuldsettra íbúða kleift að losna án gjaldþrots? Þetta lykla frumvarpið hennar Lilju, útfærsla á því. Ég heyrði ekki í kynningu eða misti það allavega að því, hvernig alltaf að leysa það. Og og þeir eru að tala að lögfesta flýtimeðferð á þessum málaferli sem ég talaði áðan, að flýtimeðferð á þessum málum sem dæma verðtrygginguna fullkomlega ólöglega, og ég tel að þau mál muni vinnast, þannig að það kemur þá bara ennþá meira til bóta fyrir lánþega. Og ég virði líka við þá sem koma að þessari vinnu að þeir tala lánþega og þeir eru með svona lingóið orðfærið að þeir eru að sýna fólki virðingu, og ég virði það margt mjög gott í þessu, og framsóknarmenn voru náttúrulega mikið í tengslum við okkur þegar við vorum í hagsmunasamtökunum, og það sá stjórnmálaflokkur sem hafði mest samband við okkur, og heyrðum lítið sem ekkert í vinstraflokknum til dæmis og ekkert í sjálfstæðisflokknum, en framsóknarflokkurinn hafði mikið samband við okkur og hafði mikið áhuga á því sem við vorum að bralla, og það segi ég framsóknarflokknum til hrós. Og síðan talaður taka afnám verðtryggingar og neytendalánum. Eitt sem ég ætla að segja í sambandi við allar þessar aðgerðir, það einn tækni sem notuð, eins og við sáum með að það ákveðna aðeila sem að byrja að tala krónikapitalista, en það eru hins vegar prima motus krónikapitalistinnar á Íslandi, það klíkukapitalistinnar, og þetta svona eins og þið vitið að skógareldur, og það brennur, eldurinn kemur, og slökkviliðsmennir ekki endilega að sprauta vatni, heldur þeir að brenna svæði þar sem þeir sjá að eldurinn muni koma, og það svæði sem þeir brenna þeir hafa ekki stjórn á þessum stóra eld sem að koma, en þessi litli eldur, þeir hafa stjórn á honum. Og allt þetta vesen sem í gangi núna hugsanlega að þeir að brenna peningakröfu eiganda til þess að stoppa stóra báli sem þeir hafa enga stjórn á, þegar að þessi dómsmál fara að tapast, þess neytendur fara að vinna dómsmál fyrir dómstólum, þeir hafa enga stjórn á því. Þannig að ég finn svolítið þessa lykt af aðferðafræðinni þessu, og eins og hefur verið gert allan tíman, og eins og ég tók þetta dæmi með klíkukapitalistana, að ég tel að þrátt fyrir allt þetta þá má ég ekki gefa neinn afslátt eða hægja á málaferlunum hreinlega lögmæti verðtryggingarinnar. Og ég 99,999% vissum að þau mál muni vinnast, að þetta stenst engin lög, og það þarf ekki einu sinni neytendavernda lög til þess að dæma þetta ólöglegt. Þetta eru afleiðuviðskipti, og þetta bara eins og eru menn í einhverjum vafa það að loansharking sé ólöglegt. Það reyndar slík starf sem rekin á Íslandi, þannig að þetta kannski fáránleg spurning hjá mér. En síðan eru þeir að tala að borga 250 skallin fyrir fólk til þess að fara í gjaldþrot. Það í sjálfum sér ágætt aðferð, ágætt leið, en það þarf aðeins að styrkja gjaldþrotalögin, að það sé alveg örugt að dómarinn sé ekki að trufla ferlið, því að þeir hafa í raun ákveðin rétt til þess að segja nei. Síðan talaður, að leggja gjald á fjármála fyrirtæki ef þeir klikka á endur útreikningi lána. Og í raun fyndist mér að bæta við fangelsisvist þarna, ef þeir drullast ekki til þess að endurreikna lán og hafa hlutin á hreinu, þá er það bara að fara í fangelsi.
og síðan að tala að taka stimpilgjöldin af sem mjög gott, endur skoða það til þess að fólk geti flutt sig á milli lánastofnana án kostnaðar, það mjög mikilvægt. Svo nú hérna það sem var mjög umdeilt að það þegar að ég að lesa úr hérna þingsálatina tilvöginni, áttu ykkur á því. En hérna miðað við allt og allt, þá held ég þetta sé ágætt við, þetta gott fyrsta skref, þetta átti að gera strax 2009. Þetta vinstri rugl allt saman var bara tímaðisla og ár sem voru notuð til þess að byggja upp einkabankana aftur til að koma öllu í sukk aftur og megi skömmin vera það sem skömmin á heima og megi vinstri grænir og samspillingin skammast sín að eilífu fyrir þeirra verk. Og ég verð nú að segja sjálfstæðisflokkurinn svolítið slæmar að þeir eru mikið að byggja upp lögregluveldi. Þeir eru allir á kafi þessu lögregluríkis draumórum sínum. Og hérna ég mun fjalla það náttúrulega nánar síðar. Og síðan Framsóknarflokkurinn, ef við tækjum frá þessa hræðilegu spillingagauðra sem hafa vaðið þar í gegn, þá Framsóknarflokkurinn telið næst jörðinni af þessum fjórflokki. Og þessar tillögur meti ég Sigmundi og Framsóknarflokkurinn, þetta fjöður í hattin þeirra. Þeir hafa aukið sig í áliti gagnvart mér. En þetta nú svona bara fyrstu viðbrögð, ég hef verið að leita glærunni það sem þetta var kynnt til þess að geta fjalla nánar þetta og kannski aðeins faglegra. En já, það var önnur spurning líka. Það til dæmis þeir sem eru lífeyrisþegar eða eru ekki að vinna á fullu, eru kannski öryrkjar eða bara hreinlega atvinnulausir, að þeir eru ekki að borga neitt séreignarsparnað. Hvernig ná það? Það svolítið mistök held ég að hafa verið það þarf eitthvað að skoða það betur. Það þá væntanlega réttlætanleg krafa, ef þetta 6% sem að verður að leggja hún á laun, þá allavega fái þeir sem fá örorkubætur eða atvinnuleysisbætur eitthvað slíkt, að þeir fáið á þetta viðbóta lífeyris prósentu ofan á það sem þeir eru að fá og þeir geti þá nota það á sama hátt. Og á sama hátt í því samhengi að þeir geta nota til þess að greiða niður sín lán með þessum skattaafslætti. Það lítur að vera bara sanngjarn krafa. Þannig ég segi þetta mjög góðu grunnur og og þessir pílárar sem voru upp í áhorfendaböllunum voru að reyna að vera með þetta hver á að borga brandaranna, að það eru greinilega orðnir svolítið súri brandarar, þeir allavega virtist ekki ganga mjög vel upp. En eins og segi, þetta lítur að mörguleyti ágætlega vel út og ég mun væntanlega fjalla um þetta betur þegar að meiri upplýsingar eru mættar á svæðið. Takk fyrir, bless.